Íbúar í úkraínska bænum Bakhmut reyna nú margir að flýja af ótta við mögulegar árásir Rússa ári eftir innrásina. Fréttaritari RÚV hitti fólk að undirbúa flóttann. Sjálfboðaliðið þakkar Íslendingum fyrir heimaprjónaðar flíkur handa hermönnum. Næstum 1500 börn hafa fallið eða særst síðan innrás Rússa hófst í Úkraínu. Þar á meðal þessi 2 ára stúlka frá Bakhmut. Úkraínsk börn hér á landi hafa aðlagast og eignast vini en aðskilnaður frá ástvinum erfiður. Félagsmenn í Eflingu mótmæltu í dag fyrirhuguðu verkbanni Samtaka atvinnulífsins og kröfðust aðgerða stjórnvalda. Eflingar fólk segir erfitt að láta enda ná saman. Talið að þúsundir Dana líði kvalir og geti orðið fyrir alvarlegu heilsutjóni eftir að hafa sprautað parafínolíu í vöðva til að gera þá stærri. Í fyrra lést danskur maður úr aukaverkunum vegna þessa. Að óbreyttu geta smærri skemmtiferðaskip lagst að nýrri Torfunesbryggju á Akureyri í sumar. Á næstu árum verður byggt nýtt hafnarhverfi sem gjörbreytir ásýn bæjarins. Komið sæl. Orrustan bæinn Bakhmut, 70.000 manna bæ í austurhluta Úkraínu hefur staðið í 6 mánuði. Núna þegar ár liðið frá innrás Rússa óttast þeir fáir sem enn hafast þar við að stórsókn sé í aðsigi og reyna því að komast á brott. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, var í Bakhmut. Það verður sífellt erfiðara að ná íbúðum frá Bakhmut, bænum sem orrustan snýst nú hér í Úkraínu. En Dave Breti, sem þegar hefur mist bæði auga og farþega í umsátri Rússa, lætur það ekki aftur að sér frá því að vera einn af þeim síðustu sem halda flóttaleiðinni frá Bakhmut opinni. It's very ferocious down there, very dangerous, very easy to get picked off by Russian snipers firing up from the hill. Heavy bombings coming in from the Russian side gets more and more and more. It's a very, very, very dangerous place to be. Я пенсионерка, понимаете? Я осталась теперь без ничего. Я все бросила. Dave sýnir okkur götin eftir kúlur og sprengjubrot sem þessar ferðir hafa kostað hann og þar af nógu að taka. Aðrir sjálfboðaliðar, Vjaseslav og Sveta, eru einnig að reyna að ná til Bakhmut til að sækja flótta fólk. Вот это была прямая дорога на Бахмут. Но она уже туда закрыта. Ездим сейчас. Við stöðum því í Sjasevjar, næsta bæ við víglínuna, þar sem Svetlana búin að fá sig fullsadda af stórskotahríðinni og vill komast á brott með kettina sína að votta við að þetta sé aðeins upphafið að enn harðari sókn Rússa. Потому что боюсь здесь оставаться. В Польшу. Конечно, страшно. На улицу боюсь выйти. Если по дороге, там 30 километров. По дороге. Ну, я смотрела 26 километров. Глупая. Раза в 6 гупала, а потом, не знаю, прилетят ветка вот эти. Ну, страшно, конечно. И у меня шок на вот так, я думала, повылетают. Знаете, страшно, я уже спать не могу. Лучше, знаете, хоть, может, нервы успокоятся. Просто сил уже нет больше. Так что успокойся. Я попозже подберусь, если что. Sveta slóst í þessa för til að dreifa nauðþurftun til þeirra sem líkt og Vladimir ætla að reyna að sitja hér af sér storminn. Kveðjustundin sár. Endurfundir líkt og framtíðin öll eru í fullkominni óvissu hjá íbúðinni hér. En öll hjálp greinilega velkomin. It was so nice that Iceland people send us the handmade knitted sweaters for our soldiers, mittens and scarves, and it's amazing because Iceland is so far from Ukraine, so that means that Ukraine problems, Ukraine war is in the hearts of Iceland people. Aðstæður við víglínuna eru allt aðrar en í Kýf þar sem þeir Ingólfur Bjarni og Ingvar Haukur en þar eru menn líka við öllu búnir nú þegar styttist í að ár verði liðið frá upphafi stríðs. Það ekki rétt, Ingólfur Bjarni? Jú, menn hafa verið að vara hér við því að Rússar hygðu á flugskeyti árásir og það heyrðist mikið í loftvarnarflautunum svona fram eftir degi en
Ekki urðu við neinna sprengingavarir hér, allt svona frekar með kyrrum kjörum. Sannarlega annað ástand á Austurvígstöðvunum, þar segjast Úkraínumenn hafa hrundið 90 árásum þar sem af degi og fellt yfir 1000 rússneska hermenn. Við ákváðum að sýna ykkur þennan vegg hérna sem minningaveggur fallinna úkraínskra hermanna. Ekki þeirra sem hafa fallið undanfærið ár, heldur allt frá 2014. Úkraínumönnum nefnilega mikið í mun að fólk muni að þá hófst stríðið í raun og veru. Þessi veggur nær 200 metra aftur og það bætist við hann á hverjum degi. En það ekki bara hermenn sem hafa fallið í þessu stríði, heldur líka börn. Það talið að þau séu í kringum 1700 sem hafa fallið eða særst. Og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna áætlar að 4 milljónir barna þurfi á aðstoð að halda. Þetta Lísa, 2 ára gömul stúlka frá bænum Bakhmut, þar sem Jón Björgvinsson var staddur. Lísa og foreldrar hennar flúin. Þau núna í borginni Lviv í vesturhluta Úkraínu að fást við afleiðingar stríðsins. Нас привезли из Бахмута. Мы вечеряли, вже собиралися віддихати, але залетів снаряд. Мы упали, я накрыла ребенка, муж нас накрыл. En Lísa fekk sprengjubrot í mænuna. Hún hefur lítinn mátt í fótunum. Запорований хребет, ножки не тримають. Чуть-чуть є легенькі відчуття. Пальчиками, якщо провести, вона так чуть-чуть трошки рухає, та й все. Потрібен час, може навіть до року часу. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna telur að 1500 börn hafi fallið eða særst í Úkraínu síðan innrás Rússa hófst. Meir en 4 milljónir þurfa á aðstoð að halda. It's a nation under continuous attack, a nation where children are at great risk of suffering increased mental health issues and, of course, physical issues. It's not just the unseen injuries of this war. There are very real injuries as well. UNICEF á Íslandi og Rauðikrossin hafa safnað fé til að styrkja fórnarlömb stríðsins í Úkraínu. Þær safnanir, ásamt framlagi utanríkisráðuneytisins, hafa skilað næstum $0,5 milljarði króna. So it's an enormous amount of support. And I have to say as well, a lot of that support has come from the people of Iceland. I know that everyday mums and dads, businesses, private sector and the government have been incredibly generous. And it really does go to an enormous need of those boys and girls who, as I say, are still sadly under attack. Дома все разбиты, детские садики, школы разбиты. Жил город, жили люди, как жизнь была. Теперь ее нет. Þetta staða barnanna hérna, en í millitíðinni eru úkrænsk börn auðvitað út allan heim. Milljónir úkrænumanna hafa flúið með fjölskyldur sínar, meðal annars til Íslands. Og þó að staða úkrænska barna heima á Íslandi sé allt önnur en hér, þá getur söknuðinu samt verið sár. Aron, Platon og Anastasia eru 4, 8 og 11 ára. Þau komu hingað með mömmu sinni Alexandru í mars í fyrra, stuttu eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu. Systir Alexandru bjó á Íslandi svo það lá beint við að koma hingað. Fjölskyldan bjó fyrst á Egilsstöðum þar sem samfélagið tók þeim opnum örmum. People help us. We live in Egilsstaðir. They help children go to sport, me to teach yoga, organize something live and just start to live, you know, and this is the best thing. 2 mánuðum síðar fluttu þau til Reykjavíkur. Aron í leikskóla en Platon og Anastasia í grunnskóla. Gaman í skólanum? Já. Hvað ætti að læra? Я не знаю, сказать, там, например, готовить. Anastasíu þykir skemmtilegast að syngja. Íslenskan enn áskorun en börnin að aðlagast og hafa eignast vini. Not a lot, but a little bit I have. Are they nice with you? Yes. Anastasia segist sakna pappa sín sem í Úkraínu. Hún fær að hitta hann í október í fyrsta sinn síðan stríðið braust út. We have some meeting with father in Poland. He can go from 1 week from Ukraine and we just go to Poland to meet once for this year. Okay. River and me. Mikið tjón var þegar eldur kviknaði í nýbyggingu Arctic Fish í Tálknafirði í morgun. 2 sluppu naumlega með minniháttar brunameiðsl í andliti.
Tilkynnt var eld í húsi sem verið að byggja í stöð fiskeldisfyrirtækisins Arctic Fish í Tálknafirði upp úr klukkan 9 í morgun. Starfsvæðið var rýmt og þjóðveginum lokað þar nærri. Það tók slökkvilið Patreksfjarðar, Bíldudals og Tálknafjarðar margar klukkustundir að berjast við eldinn, þar sem lengi vel var ekki óhætt að fara inn í bygginguna vegna gaskúta og eiturefna í húsinu. Nokkrir kútar sprungu en að sögn slökkviliðsstjóra var minna eiturefni en óttast var. Eitt helsta verkefni slökkviliðs var að sjá til þess að eldur bærist ekki í nærliggjandi byggingar sem standa beggja vegna húsins. Heildarkostnaður við nýbygginguna metin á 4 milljarða króna en húsið á byggingarstigi og ekki búið að flytja dýr tæki inn í það, svo umfang tjónsins liggur ekki fyrir. Ljóst þó að það mjög mikið. 2 voru fluttir á sjúkrahús með minniháttar bruna en annars urðu ekki slys á fólki. Já, ég held að líkamleg líðan þeirra sé eftir atvikum bara góð, en ég held að þetta hafi verið meira svona sjokk andlega. Eins og ég sagði áðan að þá máttu ekki miklu munna, þeir eru onni í keri að vinna og þurfa að koma sér upp úr kerinu og það mikill eldur þegar þeir koma upp. Það alveg ljóst að sá hluti sem inn í mynd á baku mig væntanlega algjörlega ónýtur. Eins og eru eldiskerin líta nokkuð vel út, en svo það spurning með þök og burðarvirki og svona, þannig að það bara verkefni næstu daga að meta það, en það ljóst að það hleypur á 100 milljóna og jafnvel meira. Eflingafólk mótmælti við stjórnarráðið og Alþingishúsið í dag og krafðist viðbragða frá stjórnvöldum. Ekkert verður á boðuðum verkföllum Eflingar í öryggisgæslu, hjá ræstingafyrirtækjum og á hótelum eftir að samtök atvinnulífsins samþykktu verkbann í gærkvöld. Eflingarfólk sem tók þátt í mótmælunum segist eiga erfitt með að láta endan og saman. Half of my salary goes to the rent, so I have to pay for more stuff like the bus that takes me to work. And I have to pay for food, so I usually even skip dinner so I can make some savings because I want to go to the university, but it's kind of hard to save with this amount of money. So it's going to be difficult for you to go to university? For now, yeah, I will have to wait a few years because I have to save a lot, so I can just focus on studying. Óttast ekki núna þegar að verkbannið skellur á að verða án launa? Já, sko, verði það sem auðvaldi vill, það bara þannig sem það verður. Það við hérna sem erum að standa í þessari baráttu, við höfum bara minnst að segja. Það horft fram hjá því hvað fólk þarf til þess að lifa. Það ekki sanngjarnt. It's so difficult for women who have a child and stay alone here because they cannot take second work. Because only if you have to work or you have big family, you can have good life. Viðbúnaður var við Skerjafjörð í Reykjavík í morgun eftir að tilkynning barst að bíll hefði farið í sjóinn. Bíllinn var illa farinn og björgunarsveit, sérsveit og kafarar koma á staðinn til að ganga úr skugga að hann væri mannlaus líkt og hann reyndist vera. Fyrir morguninn hafði kona leitað á slysadeild eftir að hafa fundist köld og hrakin í Nauthólsvík. Lögregla tengdi útköllin 2 saman og rætt verður við konuna sem slasaðist lítillega þegar betur stendur á. Í fyrra lést danskur maður eftir að sprauta parafínolíu í upphandleggsvöðva til að líta út fyrir að vera vöðvasteltari. Talið að þúsundir Danar líði kvalir og geti orðið fyrir alvarlegu heilsutjóni af sömu ástæðu. Ekki vitað til að olían hafi verið misnotuð á þennan hátt hér á landi. Jeg har jo sat min krop på overarbejde, gjort nogle virkelig dumme ting mod mig selv. Það eru 12 ár síðan Mikael Olsen sprautaði parafínolíu í upphandleggina á sér til að líta út fyrir að vera vöðvasteltari. Ákvörðun sem hann sér mjög mikið eftir. Eins og aðrir í hans stöðu fann Olsen fyrir stöðugum verkjum. De blev nærmest blå, grøn, gul, violet, og der begynder at komme sådan nogle huller ind. Altså ikke sår, men ligesom sådan krateragtigt. Tíma var jafnvel ekki víst að hann gæti haldið handleggjunum. Og så det, jeg tænker, fuck, jeg har 3 børn, men ingen arm. Parafínolíu má kaupa í apótekum og mun víðar. Hún meðal annars notuð sem nuddolía og til inntöku gegn hægðatregðu. Vöðvastækkandi hún hins vegar ekki. Jeg har 7-8 timer
ud af dagen, og de 6 af dem har jeg smerter i. Ja. Aukaverkanir geta auk sársaukans verið nýrnasteinar og desværre nogle af de her arme, også når de har injiceret olie gentagne gange, så dårlige, at alt væv er ødelagt. Í október lést danskur maður vegna aukaverkana innsprautaðrar parafínolíu. Þó sífellt fleiri leiti lækninga við aukaverkunum segja læknar að þekkingu og rannsóknum sé ábótavant í meðferðinni. Vi mangler retningslinjer på området. Vi mangler nationalt at gå sammen og følge de her patienter, samle data på, hvordan går det. Hvordan vi skal takle den situation med andet end smertestillende, det ved vi for øjeblikket simpelthen ingenting om. Og det er et helt uudforsket område, som virkelig fortjener, at vi kigger nærmere på det, fordi for de rammer, er det et kæmpestort problem. Þess má geta að embætti landlæknis hefur ekki fengið erindi að slíkt atvik hafi komið upp hér á landi og þeir einkaþjálfarar sem Fréttastofa hafði samband við könnuðust heldur ekki við að slík tilvik hefðu komið upp. Guðni Elísson og Ragnar Helgi Ólafsson voru í dag tilnefndir fyrir Íslands hönd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs í ár. Guðni fær tilnefningu fyrir bók sína Ljósgildran og Ragnar fyrir Laus blöð. 14 skáldsögur, frásagnir, essayur og ljóðabækur eru tilnefndar í ár. Tilkynnt verður verðlaunahafana á þingi Norðurlandaráðs í Osló í lok október og nema verðlaunum 300.000 dönskum krónum sem jafngildir 6 milljónum íslenskra króna. Sá Íslendingur sem síðast hlaut bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs var Auður Ava Ólafsdóttir fyrir Ör árið 2018 og þar áður var það Gyrðir Elíasson fyrir árið 2011 fyrir Milli trjánna. Framkvæmdir eru hafnar við nýja Torfunesbryggju á Akureyri. Hún kemur til með að breyta verulega ásýn bæjarins á næstu árum. Hafnarstjóri segir uppbygginguna að blása nýju lífi í miðbæinn. Gamla Torfunefsbryggjan var sannarlega komin til ára sinna og langt síðan að fyrst heyrðist af fyrirhuguðum framkvæmdum á svæðinu. Arkitektaskrifstofan Arcthing Nordic sem hannaði hofmenningarhús sigraði hönnunarsamkeppni hönnun svæðisins á síðasta ári. Þá var ljóst að mikil breyting yrði á 6.000 fermetra hafnarsvæði. Þar er ætlunin að byggja upp aðlaðandi svæði við hafið fyrir heimamenn og ferðamenn. Ný bryggja verður einnig byggð sem verður 20 metrum breiðari og nær 20 metrum utar en svo gamla. Nú eru framkvæmdir hafnar fyrir alvöru og breytingin verður mikil. Já, við reiknum með að geta notað bryggjuna í sumar undir minni skemmtiferðaskip til bráðabirgða. Fyrir vorið 2024 stendur svo til að steypa kant og þekju bryggjunar. Áætlaður kostnaður við bryggjuna sjálfa er það bil 600 milljónir en síðan stendur til að reisa hús á hafnarsvæðinu og byggja upp lifandi hafnarhverfi, til dæmis með veitingahúsum og verslunum. Hugmyndin er að hérna fyrir framan verði til dæmis tröppur niður í sjóinn þannig að fólk geti rölt niður tröppurnar og buslaðis í sjónum Og síðan er í raun bara húsabyggingin, fyrstu húsin sem verða reist eru á þessu svæði hérna og halda svo áfram hérna til suðurs. Við til dæmis verðum með litla stúku og svæði fyrir framann þar sem geta verið einhvers konar uppákomur. Síðan verða hús sem vonandi verða fulla lífi með þjónustu fyrir hafnsagna ferðaþjónustu og bara ferðamenn og bæjarbúa sem koma og langar að skemmta sér á hafnarsvæðinu. Það verða engar íþróttafréttir eða í Kastljósa loknum fréttum vegna landsleiks Íslands og Spánar í undankeppni HM í körfubolta. Leikurinn verður sýndur beint á RÚV en leikurinn er afar þýðingarmikill fyrir íslenska liðið. Einar Örn Jónsson er í Laugardalshöll þar sem leikurinn fer fram. Einar Örn, hvað er undir í höllinni í kvöld? Já, það er nefnilega býsna mikið undir. Þetta er næstsíðasti leikurinn í undankeppni heimsmeistaramótsins sem fer fram síðar á þessu ári og Ísland er ennþá á fullu með í baráttunni að komast á mótið. Góð úrslit hér í dag kom okkur í fína stöðu, liðið það samt alltaf að ná úrslitum gegn Georgíu, út í Georgíu á sunnudaginn kemur líka. Það er þessi hér sem þetta allt saman snýst þetta er sjálfur heimsmeistarabikarinn. Það eru bara heimsmeistarar og þjóðhöfðingar sem fá að koma við hann, þannig ég verð bara að láta mig nægja að njóta árunar af þessum ágæta grip hér í Laugardalshöllinni. En það eru pínu skörð sem búið að höggva íslenska liðið vegna meiðsla og einn þeirra sem er ekki með í dag er Elvar Már Friðriksson sem er kominn hér til mín. Elvar Már, já, þú farið ekki að mæta heims- og Evrópumeistarunum í dag en treystirðu mönnum ekki til þess að klára þetta bara? Jó, klárlega. Við erum með flotta mannskap og eins og ég hef sagt áður að þegar einhver dettur út þá bara stígur ykkur annar inn og bara tækifæri fyrir fleiri að sýna sig og sanna og ég hef full að trúa að strákarnir skila okkur sér í dag. Þú ert meiddur í dag en þú ert ekki alveg úr leik eða hvað? Hversu bjartsýnn ertu á að ná þessum ótrúlega mikilvæga leik á sunnudaginn?
Ég verð með á sunnudaginn. Ég þurfti að taka hvíld í nokkra daga og þannig ég verður 100% klár á sunnudaginn og klár í alvöru leik. Höfum við ekki bara fulla trú á því við komumst í keppninum að keppa þennan ágæta Naismith bikar? Jó, klálega. Ég meina, það hefur verið svona markmið okkar alla þessa undankeppni og við erum enda í sjans, þannig að við tökum ekki augun á markmiðunum og höldum bara áfram. Takk fyrir það, Elvar, og gangi okkur sem allra best. Leikurinn byrja núna klukkan korter fyrir 8 beinútsending, hefst á RÚV klukkan 7:30. Takk fyrir þetta, Einar Örn, og við segjum bara áfram Ísland, en við ætlum að gá til veðurs. Á morgun verður suðlæg átt á landinu, 8–13 metrar á sekúndu og allvíða súld með köflum eða skúrir vestanvert landið en hægari vindur og þurrt austan til á landinu. Það hvessir vestanvert landið síðdegis og víða 13–20 metrar þar til annað kvöld. Og nú hlýnar smám saman á morgun og næstu daga. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðurhorfur að loknum fréttum. Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Íbúar í úkraínska bænum Bakhmut reyna nú margir að flýja af ótta við mögulegar árásir Rússa ári eftir innrásina. Fréttaritari RÚV hitti fólk að undirbúa flóttann. Sjálfboðaliðið þakkar Íslendingum fyrir heimaprjónaðar flíkur handa hermönnum. Næstum 1500 börn hafa fallið eða særst síðan innrás Rússa hófst í Úkraínu, þar á meðal þessi 2 ára stúlka frá Bakhmut. Úkraínsk börn hér á landi hafa aðlagast og eignast vini, en aðskilnaður frá ástvinum erfiður. Félagsmenn í Eflingu mótmæltu í dag fyrirhuguðu verkbanni Samtaka atvinnulífsins og kröfðust aðgerða stjórnvalda. Eflingafólk segir erfitt að láta endan á saman. Talið að þúsundir Dana líði kvalir og geti orðið fyrir alvarlegu heilsutjóni eftir að hafa sprautað parafínolíu í vöðva til að gera þá stærri. Í fyrra lést danskur maður úr aukaverkunum vegna þessa. Og að óbreyttu geta smærri skemmtiferðaskip lagst að nýrri Torfunesbryggju á Akureyri í sumar. Á næstu árum verður byggt nýtt hafnarhverfi sem gjörbreytir ásýnd bæjarins. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og komið að fréttum að veðri. Það ekkert Kastljós eins og við sögðum ykkur áðan vegna beinnar útsendingar okkar frá leik Íslands og Spánar í undankeppni HM karla í körfubolta í Laugardalshöllinni. Það eru næst fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is, hann uppfærður allan sólarhringinn. En nú getum við skellt okkur í körfuboltan að horfa hann í allt kvöld fram á 10 fréttum. Við segjum þetta gott í bili. Verið sæl. RÚV í kvöld. Bein útsending frá leik Íslands og Spánar í undankeppni HM karla í körfubolta. Ljósmóðurinn þáttaröð byggð á sannsögulegum heimildum ljósmæður og skjólstæðinga þeirra í fátækrahverfi í London í byrjun 7. áratugarins. Lögregluvaktin leikinn þáttaröð líf og störf lögreglumanna í Chicago. Söngvakeppnin